Komið þið sæl. Ég mun flytja hér stutta yfirlýsingu og svo svara nokkrum spurningum ykkar ef þörf er á. Fyrr í morgun gekk forsætisráðherra á fund minn vegna þeirra tíðinda að ráðuneyti hans nýtur ekki lengur meirihluta stuðnings á Alþingi. Forsætisráðherra baðst því lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt. Ég féllst á þá lausnarbeiðni en fól forsætisráðherra og ráðuneyti hans að sitja áfram uns ný ríkisstjórn hafi verið mynduð í samræmi við stjórnskipun landsins. Á fundi okkar ræddum við einnig þá eindregnu ósk allra þingflokka að þing verði rofið og gengi til kosninga innan fárra vikna. Eftir hádegi mun ég kalla leiðtoga annarra stjórnmálaflokka á þingi á minn fund og fá staðfest sjónarmið þeirra þingrof og kosningar. Að því loknu má vænta frekari tíðinda í þeim efnum. Eftir helgi mun forsætisráðherra ganga minn fund á ný. Þetta það sem ég vildi tilkynna ykkur hér og nú, en sé eitthvað óljóst eða þið æskið frekari upplýsinga, þá skal ég bregðast við því. Það liggur nú beinast við að spyrja þig, sagnfræðinginn, að því hvað þér finnist þá stöðu sem komin upp í íslenskum stjórnmálum? Hún óvenjuleg, ef ekki einstæð, en það skylda og ábyrgð þingmanna að bregðast við þeirri stöðu og það líka í mínum verkahring, þannig að nú einhendum við okkur í það og sjáum til þess að hér á landi sé ríkisstjórn, göngum svo til kosninga og sjáum hver vilji kjósenda verður í framhaldinu og fáum þá nýja stjórn, því að sú stjórn sem nú situr starfsstjórn. Henni ber ekki að gera neitt annað en það sem nauðsyn krefur frá degi til dags, hver ráðherra í sínu ráðuneyti. Sé vilji til þess innan þings að skipa nýja ríkisstjórn sem geti að minnstakosti varist vantrausti, þá kemur sú staða upp og við tökum á því. Hefur áhyggjur af stöðunni að koma upp önnur stjórnarkreppa? Stjórnarkreppa hugtak sem hefur verið notað við þessa kringumstæður og það stjórnarkreppa þegar ráðuneyti hefur beðist lausnar. En við göngum til kosninga, má fullyrða, og að því loknu, þegar mál hafa skipast á ný á þingi, þá myndum við nýja ríkisstjórn. Þetta ekki flókið að því leytinu til, þannig að ég hef ekki áhyggjur því að ég veit og vænti þess og treysti því að þingmenn og ráðherrar geri grein fyrir ábyrgð sinni og skyldu. Guðni, getur þú betur fyrir okkur starfsstjórn, hvernig þetta virkar næstu 6 vikurnar, verður þing, verður eitthvað skoða fjárlögin eða fara þau núna bara í pásu fram með kosningar? Já, þegar forsætisráðherra hefur beðist lausnar fyrir sig og sitt ráðuneyti, þá ætlast til þess að sú ríkisstjórn taki engar stefnumarkandi ákvarðanir. Þetta eingöngu stjórn sem sér til þess að stjórnkerfið virki. Þannig að það ekki að vænta, myndi ég ætla, stórra tíðinda af Alþingi. Fyrir utan þá stöðu að forsætisráðherra þarf að leggja fram tillögu þingrof og forseti þarf að taka afstöðu til hennar. Þú ert að bara hitta leiðtoga annarra flokka hér á eftir. Hver nákvæmlega tilgangur þeirra funda? Tilgangurinn sá að fá staðfest sjónarmið þeirra þingrof og kosningar. Hafa þeir ákveðnar óskir í huga kjördag til dæmis og það í mínum verkahring að vita það fyrir víst
áður en frekari skref verða tekin í þeim efnum. Kannski spyrja þig rétt í lokin, Guðni, það tók 2,5 mánuði að mynda þessa ríkisstjórn sem nú hefur setið í rétt rúma 8 mánuði. Eru þetta vonbrigði? Já, vissulega, en þetta er gangur stjórnskipunarinnar í okkar landi og þá er að taka því sem að höndum ber. Nú hafa einhverjum þingmenn Viðreisnar að þeir vilja ekki starfa með stjórn með Bjarna Benediktssyni og Sigríði Andersen, dómsmálaráðherra, vegna trúnaðarbresta. Er það eitthvað sem að þau hafa að segja? Ég segi engum fyrir verkum í þessum efnum, en ég minni á að þegar forsætisráðherra hefur beðist lausnar fyrir sig og sitt ráðuneyti, þá er venjan sú og hefðin að ráðherrar sinni sínum skyldum í sínum ráðuneytum þar til ný stjórn hefur verið mynduð. Ef þeir líta svo á að þeim sé það lífsins ómögulegt, þá er að taka því, en ég minni aftur á stjórnskipulega venju og stjórnskipulega ábyrgð. Þetta mál allt saman, Guðni, sem hefur verið til umfjöllunar frá því í vor eða í sumar uppreist æru og öll þessi atburðarás sem hefur orðið, hefur eitthvað almennt að segja þessi mál, uppreist æru og þessi stöðu sem við erum í? Nú hefur þú til dæmis beðið afsökunar á undirritun þinni. Já. Ef og hefði er til einskis, ef það fylgir ekki, ég mun og ég skal gera betur. Skulum láta það nægja. Hefur skilning á ákveðnum bjartrar framtíðar að slíta ríkisstjórnarsamstarfi? Þá ertu að biðja mig að stíga inn á hið pólitíska svið og leggja mat á það. Ég hefði svarað þessari spurningu fyrir nokkrum árum. Takk fyrir þetta, Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands. Þetta sagði forsetinn núna að loknum fundi sínum með formanni Sjálfstæðisflokksins. Við munum vera hér á Bessastöðum í allan dag og fylgjast með fundum forsetans með forystumönnum allra stjórnmálaflokkana á Alþingi og hugsanlega heyra aftur í Guðna í dagslok. En við töluðum við Bjarna Benediktsson, formann Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra, þegar hann kom af fundi með forsetanum og þar sem hann lýsti þeirra fundi og hvað hann hafi sagt og hvernig forsetinn hafi brugðist við, og við skulum kannski heyra úr þessu viðtali núna. Minnum á að við verðum hér á Bessastöðum í allan dag að fylgjast með. Eftir að hafa átt fund með forsetanum og við ætlum að byrja því að spyrja Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, hvað fór ykkur á milli þér og forseta Íslands? Já, góðan daginn. Ég gekk rétt í þessu á fund forseta og baðst lausnar fyrir mitt ráðuneyti. Forsetinn hefur fallist á þá beiðni og óskar leið eftir því að ráðuneyti starfi áfram. Þannig að nú tekur við starfsstjórn þar til að mynduð hefur verið ný ríkisstjórn í landinu, sem að verður ekki fyrr en eftir kosningar, sem að ég vil vinna að fari fram 4. nóvember á þessu ári. Hvers konar starfsstjórn á þetta að vera? Hverjir eiga að vera í þessari starfsstjórn? Það ráðuneyti, þeir ráðherrar sem hafa setið í ríkisstjórninni. Það venju samkvæmt að þegar að ríkisstjórn biðst lausnar að þá eru ráðherrar hver í sínu ráðuneyti beðnir að sitja áfram, og ég lít þannig á í raun og veru að menn verða rísa undir þeirri ábyrgð, þeirri skyldu að sinna málefnum í sínum ráðuneytum við þær aðstæður sem skapast þegar að ríkisstjórn fær lausn. Nú hefur ráðgjafarráð Viðreisnar ályktað að þeir vilja ekki starfa áfram með þig sem forsætisráðherra og Sigríði Andersen sem dómsmálaráðherra, að það sé ekki traustar lengur. Hvernig bregðstu við því? Já, þetta ráðgjafarráð sem þú talar nú bara þannig að ég sæki ekki mitt umboð til þeirra. Þetta ekki ríkisstjórn sem mynduð af meirihluta. Þetta tímabil sem að nú tekur við tímabil þar sem að meirihlutastjórn hefur vikið og fengið lausn. Ríkisstjórnin fær lausn vegna þess að hún nýtur ekki meirihluta á þinginu. Þannig að allt tal eitthvað samkomulag milli flokka einhverja hluti,
það hefur enga þýðingu við þær aðstæður sem nú hafa skapast. Ertu búin að ræða þetta við Benedikt Jóhannesson og Óttar Proppé? Já, að sjálfsögðu hef ég rætt við samstarfsmenn mína býtunum við. Að sjálfsögðu hef ég verið í sambandi við þá. Þeir gera sig grein fyrir því að ríkisstjórnin hefur ekki meirihluta og að ég myndi biðjast lausnar. Þeir verða sjálfur að svara fyrir það ef þeir treysta sér ekki til þess að rísa undir þeirri ábyrgð þeirri skyldu sem menn hafa að sitja í ráðuneytum þegar þessar aðstæður skapast. Þeir kunna hafa einhverjar ástæður fyrir því. Ég var reyndar þeirra skoðunar áður en að ljóst var að ég myndi biðjast lausnar fyrir ráðuneytið mitt að það væri rétt að ráðherrar Bjartrar framtíðar sem höfðu lýst yfir trúnaðarbroti eða trausti, að það hefði verið rofinn trúnaður milli okkar, að þeir ættu þá að víkja úr ríkisstjórninni og ég myndi þannig biðjast lausnar fyrir þeirra hönd, en nú hef ég biðjast lausnar fyrir alla ríkisstjórnina, þannig að það hefur enga þýðingu í ljósi þess að ég er að gera það hér í dag og það hefur verið fallist á það. Hvernig tók forseti Íslands erindi þínu í dag? Nú við áttum bara mjög fínan fund og ræddum svona stjórnmálin og þessa atburði sem hafa verið á undanförnum árum. Ég held að við forsetinn og býsna margir aðrir séum sammála hversu æskilegt það væri að fá meiri festu í stjórnarfarið og við ræddum meðal annars það hvenær hægt væri að ganga til kosninga og hversu mikilvægt væri að það skapaðist engin óvissa núna við þessar aðstæður og ég vil leggja mitt af mörkum til þess að eyða allir óvissu og einfaldlega ganga til kosninga og fá niðurstöðu fyrir nýtt þing. Hvernig metur þú stöðu þína í íslenskum stjórnmálum í dag? Ég hef fundið fyrir mjög miklum stuðningi og við göngum til þessara kosninga enn á ný við mjög góðar aðstæður í efnahagslegu tilliti í landinu. Það eru feikilega mikil sóknarfæri fyrir Ísland á næstu árum en það þarf sterka ríkisstjórn með góðan meirihluta og við munum ganga til þessara kosninga með það í huga að styrkja stöðu okkar enn frekar á þinginu og vera áfram kjölfestan í íslensku stjórnmálum. 4. nóvember segir þú, 4. nóvember er sami dagur og landsfundur Sjálfstæðisflokksins átti að vera, ætlið að flýta honum? Við eigum eftir að bregðast við því að þessi staður er komin upp. Við þurfum að ræða það eftir atvikum í miðstjórn flokksins. Af hverju velur þessa dagsetningu? Nú þetta stendur svona á að lög og stjórnarskrá gera ekki ráð fyrir því að menn láti of langan tíma líða frá því að þessar aðstæður skapast þar til að kosið er. Það er ekki boðið upp á það samkvæmt lögum að það líði nema 45 dagar frá því að þing er rofið í hið mesta. Og nú ég hef ekki komið þingrofstillöguna hingað. Ég hefði gert það ef það væri mikil óvissa það hvort að það gæti tekist samkomulag niðurstöðu þetta atriði, en eftir samtöl við aðra flokka og eftir yfirlýsingar sem hafa komið á undanförnum dögum, þá að því mér sýnist algjörlega ljóst að allir flokkar sjá að það er nauðsynlegt að kjósa og við getum með því að komast að niðurstöðum 4. nóvember framkvæmt kosningarnar þá. Ef það kemur upp einhver minnsta óvissa samkomulag það atriði, þá mun ég einfaldlega samstundis koma hingað með þingrofið og við kjósum þá innan 45 daga. Varstu ósáttur voru þú skrifað ganga inn, ertu ósáttur við að biðjast lausnar? Ég mæti þessum örlögum, þessari stöðu bara af æðruleysi. Ég hef haft metnað fyrir hönd þessari ríkisstjórnar og fyrir hönd Íslands til þess að halda áfram að vinna. Sá metnaður býr ennþá innra með mér þó ég hafi hér skilað lausnarbeiðni til forsetans fyrir þetta ráðuneyti og það er með þann metnað sem við göngum núna til kosninga. Ég fer í kosningabaráttuna til þess að sækja fram og halda áfram að byggja Ísland upp í samvinnu við fólki í landinu. Þú talar á fundinum í gær að það sé svona, þú lítur ekki á að þetta hafi verið trúnaðarbrestur. Lítur þú enn svo á að þú og dómsmálaráðherra hafi ekki gert neitt rangt, að þið berið enga ábyrgð hér? Ég held ég hafi farið ágætlega yfir þetta í gær og ef þú ætti að spyrja mig hvort ég hafi skipt skoðun síðan þá er svarið við því nei. Ég hef tekið fram fyrir sjálfa mig að það sem ég var að hugsa fyrst og fremst var að fara að lögum og reglum og ég tók við trúnaðarupplýsingum og ég varðveitti trúnaðarupplýsingar. Við höfum á undanförnum árum séð dæmi það að trúnaðarupplýsingar hafa farið út úr stjórnkerfinu
og það hefur orðið tilefni málaferla, dómsmála. Ertu að vísa til lekamálsins? Ég er að vísa til þess, það er nú síðasta málið. Það hafa komið dómsmál vegna þess að trúnaðargögn hafa farið út úr stjórnkerfinu. Í þessu tilviki þá fékk ég til mín trúnaðargögn og ég varðveitti þau. Og ef að menn líta á það sem einhvers konar brot á skyldum, þá finnst mér hlutirnir vera orðnir býsna öfugsnúnir. Sérðu fyrir þér, Bjarni, að Alþingi muni starfa fram að þessum kosningum ef þær verða 4. nóvember? Við höfum eftir að ákveða það, þingmenn í sameiningu, hvernig við höfum þingstörfunum, en þingið sem sagt hefur umboð til kosninga og nú er næst að ákveða hvernig þingstörfunum verður háttað, hvernig starfsáætlunin verður. Já. En nú er þetta búið að snúast mikið pólitík og það komið upp þarna þetta mál. Ef ég má spyrja persónulegar spurningar, er þetta að koma niður á fjölskyldunni, sambandi ykkar feðgana? Það getur ekkert mál komið upp á okkar feðgana sem að truflar okkar trúnaðartraust. En þannig að vonbrigðin með þessa atburðarás leyna sér eiginlega ekki fasið þínu núna? Mín vonbrigði eru ekki persónuleg vonbrigði. Ég er ekki í stjórnmálum til þess að uppfylla persónulega metnað. Ég er í stjórnmálum vegna þess að ég brenn fyrir framfarir á þessu landi. Og mín vonbrigði í þessari stöðu eru bara einfaldlega brostnar vonir góð verkefni þess ráðuneyti sem ég var að skilin fyrir núna í dag. En lífið heldur áfram. Framundan eru kosningar, það er þetta endurnýja umboðið og þó að kauparnir hafi hrunið núna, þá ætlum við að raða þeim aftur saman og halda áfram. Þú talar það á fundinum í gær að það væri svona ákveðið ábyrgðarleysi hjá þingmönnum Bjartar framtíðar að slíta stjórnarsamstarfið. Þetta væri svona markvisst að hafa sterkar rætur og standa af sér vindinn í pólitík. Nú hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið í 3 ríkisstjórnum síðustu 10 ár sem hafa í raun og veru sprungið. Er það mikil ábyrgð? Mikil ábyrgð spyrðu. Ég held að við verðum einfaldlega bara að skoða aðstæður í hverju einu tilviki og í þessu tilviki núna þá verða þessar aðstæður sem við höfum verið að ræða. Í öðrum ríkisstjórnum hafa verið aðrar aðstæður. Ég sagði við alla sem vildu heyra þegar við myndum þessa stjórn að ég væri meðvitaður það að það hefði engin 3 flokka ríkisstjórn lifað heilt kjörtímabil. Ég talaði líka mikið það að það væri veikleiki að vera með einn mann í meirihluta. Og já, ég talaði það að veri ábyrgðarleysi af Bjartri framtíð að ganga svona fram. Og ímyndi ykkur það til dæmis að það var ekki einu sinni leitað eftir skýringum og fundi með mér til þess að fá svör við þeim áleitnum spurningum sem menn höfðu áhyggjur af. Nei, það var bara rokið á einhvern netfund og hlaupið út úr ríkisstjórninni. Mér finnst það bara með ólíkindum. Eru íslensk stjórnmál í krísu? Er þetta búið að ganga svolítið erfiðlega hjá okkur síðasta áratug? Já, það hefur verið allt of mikið óróleika ástand og mín skilaboðin í kosningabaráttuna eru þau að ég vil standa fyrir meiri stöðuleika, ég mun leggja mitt af mörkum til þess að fá meiri stjórnfestu. En þá verður maður að hafa úr því að moða eftir kosningar. Þú sagði ekki að ákveðnum föðins hafi verið vonbrigði. Finnst þér að hann hefði átt að greina þér frá þessu eða bera þetta undir þig áður en hann skrifaði undir hann að bakka? Þetta er bara liðin tíð. Ég ætla ekki að fara í einhverju opinbera umræðu það hvað mér finnst að pabbi minn hefði átt að gera. Þetta er bara búið, þetta er bara svona. Takk hérlega fyrir þetta. Bjarni Benediktsson. Já, við fórum með þetta bara í fyrsta lagi yfir stöðu mála almennt, það er svo nóg að ræða hana. Við ræddum kjördaginn og það hefur verið rædd sú hugmynd að kosningar verði 4. nóvember. Við höfum lagt áherslu á að þær verði bara sem fyrst, þannig að í sjálfu sér sáum við fyrir okkur annarkvort þá dagsetningu eða vikuna á undan og teljum í raun og veru það sé bitamunurinn ekki fjár, þannig að ég ger enga athugasemd við þessa dagsetningu sem er þá eftir 7 vikur. Hvað sérðu fyrir þér? Rædduð þið það að forsetinn hefur beðið Bjarna Benediktsson að sitja áfram í starfsstjórn fram á kosningum? Hvað finnst ykkur það? Ég meina það er bara það sem gerist. Þannig er nú bara stjórnskipanin, forsætisráðherra hefur beðist lausnar, það er eðlilegt þá að ríkisstjórnin sitji áfram sem starfsstjórn. Hún er auðvitað ekkert að beita sér pólitískt á þeim tíma en það þarf að vera fólk sem mannar ráðuneytin og við bara, ég meina þannig er þetta. Ég hef nú sjálf setið í starfsstjórn á loknum kosningum. 6 vikur í kosningar. 7 líklega. 7 vikur. Hvernig leggst þetta í þig? Þetta leggst bara vel í mig. Þetta leggst bara mjög vel í mig og ég held nú að pólitísk staða hér á Íslandi er nú svo að við vorum að kjósa fyrir ári. Staðan er hins vegar svo að það sem við kosum þá, sem var auðvitað uppbygging innviða, velferðarkerfisins, heilbrigðiskerfisins, menntakerfisins, það var stóra kosningamáli og því miður hefur bara ekkert gerst í þeim málum á því ári sem er liðið. Það hefur ekkert verið sótt fram.
Við erum með erfiða stöðu í skólunum okkar, heilbrigðisstofnunum, erfiða stöðu hjá öryrkjum og öldruðum og ég held að það sé bara tækifæri til að breyta þessu og kjósa hér flokka sem eru reiðbúnir að mynda ríkisstjórn með sterkum félagshyggju áherslum. Þið eruð að halda landsfund fyrstu helgina í október þið í Vinstri grænum. Sérðu fyrir þér að loknum þessum kosningum að það muni eitthvað breytast? Já, ég vona að minnsta kosti að þessi mál sem ég var að nefna, þessir uppbygging innviða velferðarsamfélagsins, að þau verður raunverulega sett á oddinn. Því ég held að það sé það sem við skuldum almenningi í landinu. Kom það þér á óvart að þessi ríkisstjórn féll? Kom mér ekki á óvart, en það málið þetta sem verður til þess á endanum, sko hún hefur auðvitað verið ósamstíga frá byrjun og við höfum séð það í ýmsum stórum málum. Við höfum líka séð það að ríkisstjórnin hefur ekki nýtt sér þau tækifæri sem hún hefur. Hún var með eins manns meirihluta. Að mínu viti hefði hún átt að reyna að nýta þá stöðu til að skapa breiðari samstöðumál, en það var ekki gert. Það mál síðan sem fellir hana þetta sýnir og það er bara þörf á breyttum vinnubrögðum. Það skiptir máli að í ríkisstjórn ríki traust og það ríki heiðarleiki og það er auðvitað gríðarleg áskorun fyrir íslensk stjórnmálarinn að takast á við það. Þú talar það er svona vonbrigði að það hef ekki verið unnið meira í þessum innviðum samfélagsins síðasta árið. Það tók nú sinn tíma að mynda stjórn síðast, mikið púsl. Myndi ekki sækja svolítið fast á því að fá stjórnartaumana í þínar hendur og gera eitthvað í þessum málum? Að sjálfsögðu. Og ég meina við förum inn í þessu kosningar til þess að hafa raunverulega áhrif á loknum þeim. Hvað sérðu fyrir þér að gerist í pólitíkinni fram að þessum kjördegi í 4. nóvember, mun þing verða að störfum? Þing verður náttúrulega væntanlega ekki að störfum. Það verður lögð fram þingrófstillaga og eins og ég segi það situr hér starfsstjórn og það verður væntanlega ekki nein störf á þinginu nema eitthvað komi upp á. Flokkarnir fara væntanlega að undirbúa sig og það er auðvitað heljarinn að vinna þannig að þetta verður auðvitað mjög snart og með öðrum hætti kannski en svona tíðkast hefðbundið. En svona í framhaldi af spurninguna áðan, það var erfitt fyrir ykkur að finna samstarfs svona flöt. Ertu svona, kannski lítur aðeins breiðar á það núna, kannski með hvernig þú vinnur? Já, ég meina við verðum bara að horfa á það að vera reynslunni ríkari og vonandi við lært eitthvað af þeirri reynslu sem var ekkit auðvelt, svo maður segir þannig bara heiðarlega. En ég held að það sem skiptir mestu máli er þá að horfa til þess að flokkarnir geri það upp við sig fyrir kosningar, hvaða málamiðlanir þeir eru reiðubúnir að gera og nálgast málin daldið á þessum breiða grunni að ríkisstjórn snýst ekki bara flokkana sem í henni sitja, heldur líka breiðara samstarf á Alþingi. Þannig að þú vonast eftir að muni ganga aðeins betur að mynda stjórn? Já, ég ætla að leyfa mér að vona það og þó að þetta hefur nú allt gerst mjög hratt og bara í gær þá auðvitað fer maður út og hittir fólk af öllum bara úr ólíkum áttum og maður finnir það að það er svo krafa sem almenningur setur núna á okkur. Er öflug samstaða innan stjórnarandstöðunnar? Það hefur verið ágætt í samstarfi innan stjórnarandstöðunnar þó að þar séu ólíka flokka að ræða og við höfum átt góð samtal núna í kringum þetta allt saman. Fundurinn gekk bara mjög vel, við áttum gott samtal og í raun og veru bara kom það fram að það sem að örugglega hinir hafa sagt að það er svona verið að fara yfir mögulegan kosningadag og þingróf og annað og svo bara kemur ljós hvort að eitthvað fólk sé að tala saman eða ekki sko, þú veist og hvort að við sem að fara í kosningar eða hvort að einhverju flokkar, ég hef verið að heyra einhverju flokk sé að tala saman en við erum ekki aðilega því. Hvernig hugnast þér að kjósa 4. nóvember? Hvernig hugnast þér að kjósa 4. nóvember? Mér finnst það bara fín dagsetning. Ég átti mig á því að stjórnsýslan þarf smá rými til þess að undirbúa sig og það eina sem ég hef áhyggjur af er að ég sé fram á bara áframhaldandi stjórnmálakreppu og ég vona að verði ekki einhver hefð á Íslandi að séu kosningar á hverju ári því að það þýðir það að mjög mikið af málum falla á milli og það eru bara margir hópar í samfélaginu sem að þurfa á því að halda að við gleymum það ekki. Sérðu fyrir að þingmenn starfa eitthvað fram að kosningum? Já, það þarf náttúrulega að klára einhverja hluti og auðvitað verður þingið að koma saman, ég ger ekki ráð fyrir öðru en að ég er að fara, það er búið að búa með á einhverju fundi í alþjóðastarfinu og þannig að við sjáum bara til hvað setur, það kemur eftir ljós bara að gera ráð fyrir á mánudaginn hvernig framhaldi verður inn á þingi sko. En Birgit, er þetta þitt síðasta kjörtímabil, ætlar að hætta í stjórnmálum núna? Já, maður hættir ekki stjórnmálum, ég er að hætta á Alþingi
Þannig að ég mun alltaf vera mjög virk í stjórnmálum og hlakka til að taka þátt í mótmálafundum sem Hörður Torfason er búinn að boða að hefjast eftir viku. Þannig að ég bara hlakka til að vera áfram aktivisti og berjast fyrir ákveðnum réttindum í þessu samfélagi. Ætlar að taka frí í eitt kjörtímabil eins og Helgi Hrafn gerði, hann er væntanlegur kannski aftur á þing núna eða hvað? Ég skoraði á hann í morgun og hann sagði ok. En hvað tekur við hjá þér, Birgitta? Nú ertu búin að vera á þingi frá 2009. Hvað sérðu við að taki við hjá þér? Ég bara veit það ekki alveg. Ég er búin að vera að vinna mjög mikið á alþjóðavettvangi. Ég er búin að vera að vinna mikið í ákveðnum svona málum hér á Íslandi sem að mér finnst brýn, sem að lúta að upplýsinga og tjáningafrelsi og styrkari ramma utan aðgengi fjölmiðla upplýsingum og birtingu. Ég hef líka verið að berjast mikið fyrir stjórnarskránni og alls konar öðrum svona réttindum. Þannig ég held bara áfram að vinna í því hvernig svo sem ég geri það. Ég er búin að komast að hvernig Alþingi virkar og hvernig maður getur haft áhrif og ég hef bara fullan huga að miðla þeim upplýsingum áfram og halda áfram að hvetja fólk til þess að hafa áhrif á samfélagið sitt. Þú ert aktivisti og segist að taka þátt í þessu mótmælafundum. Hverju ætlar að mótmæla núna? Ég raun og veru þetta meðmálafundir og áskorun á þá sem að með umboði fara að virða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að hér fór fram fyrir allmörgum árum síðan og að færa stjórnarskrárumræðuna eða réttara sagt umræðuna samfélagssáttmálann aftur til þjóðarinnar og ég geri nú ráð fyrir því að maður nái að geta haft áhrif þó svo að maður sé ekki inn á þingi. Þó að þingi sé nálægt valdinu að þá megum við ekki gleyma því að það sem við erum að upplifa í dag er meðal annars út af því að eftir hrun vaknaði almenningur við þá staðreynd að þeir voru valdalausir og gátu bara að hrópa á þinghúsið. Núna er allt annað tíðarfar á Íslandi og fólk er farið að gera sér miklu meira grein fyrir því að það bæði hefur ábyrgð og möguleika á að hafa áhrif. En nú hefur þú svolítið verið kaftininn í brúnni hjá Pírötum. Hvernig sérðu fyrir framtíð Pírata þegar þú ert ekki lengur í þingi? Þetta er bara góður hópur af fólki og ég er búin að vera að sjá þess að þingmenn okkar nýju vaksa mjög og ég tók þátt í að búa til þennan flatastrúktúr í Pírötum til þess að valdefla og valddreifa. Þannig að þó svo að ég hef verið í brúnni þá er bara rosalega mikið hæfu fólki og við erum búin að vera mjög mörg oft í brúnni og mörgum hefur fundist það skringilegt þegar við erum kannski að mæta 3 á fundi sem er venjulega 1 og svo framvegis. Þannig að ég bara hef fulla trú á því að það mannist vel á lista hjá Pírötum núna eins og síðast. Nú gekk mjög illa að mynda stjórn síðast, það tók sinn tíma. Getur eitthvað tjáð það núna hverju þið getuð alls ekki starfa með eða hvaða stjórnarmynstur þú væri draumaminstrið? Nei, enda mun ég ekki hafa neina aðkomu að því. Þannig að ég bara vonast til þess að fólk láti ekki blekkjast fyrir kosningar. Ég vona að fólk átti sig á því að engin stefnuskrá er að fara að vera veruleika nema einhver fái yfir 50% atkvæði. Það eru alltaf málamiðlanir og ég skora bara á þá sem er að fara að gefa kost á sig fyrir næstu kosningar að það liggi skýrt fyrir hvernig stjórnarsáttmálinn muni líta út eftir kosningar og það verði búnar til blokkir eins og hefur verið gert víða kringum okkur þannig að kjósendur verði ekki fyrir vonbrigðum enn og aftur. Þannig að þú ert bara bjartsýn á niðurstöðu kosninga fyrir hönd Pírata? Já, ég held bara að ég vona að þetta verði góð kosningabarátta sem við fókuserum á grundvallarmálefnin og förum ekki að etja viðkvæmum samfélagshópum gegn hvor öðru. Takk fyrir þetta. Takk hérlega fyrir það. Gekk þessi fundur með forseta Íslands? Það var bara fínt, við fórum auðvitað bara yfir stöðuna og eins og ykkur er öllum kunnugt þá er stefnt að því að hafa kosningar væntanlega í byrjun nóvember 4. og mér heyrist svona vera nokkuð samhljómur milli okkar formanna það. Fælst þú á þessa dagsetningu? Já, ég geri það. Við ræddum það í gær hvaða leiðir væri færastar og vildum gjarnan skoða það eða það verið möguleiki á að mynda stjórn innan niðurstöðu síðustu kosninga en ég tel að við þessar aðstæður sé eðlilegast að ganga til kosninga og það er samdóma álit okkar framsóknarmanna. Er vilja að veri lengri tími til þess að meta það hvort það hefur hægt að mynda stjórn? Nei, ég held að það skipti engu máli. Ég held að annarkvort séu menn tilbúnir að fara nýjar leiðir sem ég held að hafi ekki reynst og þá er þetta eðli lýðræðisins að það er í gangi til kosninga og þá gerum við. Og hvað ætlið þið framsóknarmenn að gera sem ætluðu að hafa flokksþing í janúar?
Já, við förum auðvitað bara yfir það í okkar ranni, í okkar kerfum og munum koma tvíeld og öflug inn í kosningarnar 4. nóvember og hlökkum til þess. En unir þú því að starfsstjórn sitji hér fram að því? Mér finnst það bara eðlilegt. Hvernig andinn í Framsóknarflokknum núna? Fín, góður. Eins og ég segi, við fórum yfir þetta á 2 þingflokksfundum í gær og algjör samhugur það að við vildum ekki fara inn í þá stjórn sem að hafði allt í einu opnast þarna eitthvað sæti í og við vildum gjarna skoða hvort það væri til leiðir að búa til annað form á ríkisstjórn. En ef ekki, þá værum við tilbúin til kosninga og þá hvenær sem væri. Og þessi niðurstaða, hún ekkert okkur andstæða nokkurn hátt. 2 þingflokksfundir í gær, þú veist að við erum að fiska það eftir því hvort að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sé samþykkur þessu. Já, hann var það. Hann var reyndar ekki, við vorum í sambandi við hann var sem sagt komin á annan stað út af því að við vorum auðvitað öll að skipuleggja allt aðra hluti á 5. daginn heldur en það að sitja í þessu sem við vorum í gær. Þannig að við vorum í sambandi við hann á fyrirfundum en áður endur ekki sambandi við hann á seinni svo það sé nú sagt og ég sé nú yfirleitt ekki að segja ykkur frá því hvað gerist á þingflokksfundum. En bara til þess að þið viti það að það algjör einhugur í okkur Framsóknarmönnum að þetta sé niðurstaða sem við sættum okkur við og við erum tilbúin að takast á við það. Þú segir þið voru ekki tilbúin að taka sæti sem þarna losnuði í ríkisstjórn. Af hverju var það ekki möguleiki sem þið vildi skoða? Það kom fram í stjórnarmyndunarviðræðunum í desember og janúar að við myndum aldrei geta tekið sæti í slíkri ríkisstjórn með Viðreisn nema að Viðreisn myndi snúa algjörlega við nánast öllum sínum stefnumálum. Nú gerðu þeir það reyndar en ekki vissum að þeir hefur gert það ef við hefum setið við borðið. Þannig að við sáum ekki neitt flöt á því nema að taka það bara upp algjörlega stefnu okkar Framsóknarmanna og við þessar aðstæður held ég að það hefur verið útilokað. Ertu bjartsýnn á góðan árangur Framsóknarflokksins í þessum kosningum? Ég býst við að allir formenn allra flokka telja nú sé akkúrat tækifæri fyrir sinn flokk og ég verði auðvitað alveg eins en það muni auðvitað byggjast á því að við komum fram til kosninga undirbúin með góða og skýra stefnu sem við Framsóknarmenn erum með og þess vegna ég nokkuð vongóður. Jæja, Benedikt, formaður Viðreisnar, hvað kom fram á þessum fundi ykkar forseti Íslands? Forseti gerði mig grein fyrir stöðu mála, hann spurði mig hvernig mér litist á kjördag 4. nóvember og ég sagði mér litist í sjálfur sér ekki illa á hann. Hann tjáði mér að þegar hann hefði áritað lausnarbeiðni forsætisráðherra í morgun, að þá hefði hann farið fram á það að stjórnin sæti áfram sem starfsstjórn, þangað til ný tæki við. Og hvað ætlið þið að taka þátt í þeirri starfsstjórn? Já, við munum taka þátt í henni núna næstu dagana, minnst að kosti helgina. Við þurfum að fara aðeins yfir þetta. Það þarf að vega og meta þetta, en nú erum við átt okkur á því að starfsstjórn allt öðruvísi heldur en venjuleg ríkisstjórn. Þessu ríkisstjórnarsamstarfi lokið. Þannig að starfsstjórn þá felst það bara í því að það vera manna ráðuneytin, það þarf að einhverju þurfa að sjá daglegan rekstur ríkisins, þannig að það þessi eðlismunur á. Þannig að í sjálfu sér þá værum við að sitja þá að beiðni forsetans og það það sem hann óskaði eftir á þessum fundi. Nú hafa stór orð fallið það að þið mynduð ekki vilja sitja í ríkisstjórn með Bjarna Benediktssyni og Sigríði Andersen. Skipta þau ekki máli nú? Jú, þetta nefnilega þess vegna verður að gera þennan skýra greinamun á því að þau og enginn situr þarna í umboði okkar. Það bara alls ekki þannig. Það þessu ríkisstjórnarsamstarfi lokið, þessu meirihlutasamstarfi lokið, við erum ekki lengur að tala neitt samstarf af því tagi. Það verða væntanlega ekki haldnir einu sinni ríkisstjórnarfundir á þessu tímabili, en ég sagði forsetanum að ég myndi gefa honum endanlegt svar þetta eftir helgina. En í byrjun þá talaði þú þín fyrstu viðbrögð voru að það hefði ekki endilega orðið trúnaðarbrestur í þessu máli sem þetta mál snýst allt uppreist æru og meðmælabréf. Snýr málið öðru sagði núna? Hefur skipt skoðun? Nei, það sem ég sagði í gær var það að í þessu máli hefur vissulega orðið trúnaðarbrestur milli stjórnmálanna og þjóðarinnar. Þetta hörmulegt mál, mjög alvarlegir glæpir sem þarna eru og við verðum að fjalla það
af virðingu við fórnarlömbin sem þarna eru. Við verðum að hætta þessari leyndarhyggju og það meginatriðið sem í þessu og það auðvitað svona það sem að fólk hugsar núna. Það hvers vegna þurfti að vera leynd yfir einhverjum skjölum. Það alveg þvert á okkar stöðu. Skoðun okkar svo að við höfum að hafa sem opnasta stjórnsýslu, við höfum að hafa gagnsæi, þannig að þess vegna fögnum við niðurstöðunni í þessu og þar hinn eiginlegi trúnaðarbrestur að það skuli hafa verið leynd yfir skjölum sem að síðan opinberað að eigi bara að vera opinber, þó svo að þið ekki að koma fram persónulegar upplýsingar eins og símanúmer og eitthvað svoleiðis, það allt annað mál. En reiknar þú með því að Viðreisn muni taka þátt í þessari starfsstjórn núna fram að kosningum 4. nóvember? Ég mun gefa forsetanum svar eftir helgin, ég sagði honum það. Það sem það þarf að gera aftur á móti núna, það þarf að ræða, formenn stjórnmálaflokkana þurfa að ræða sín á milli. Hvað sjá þeir fyrir sér og þar verður að gerast í sátt allra stjórnmálaflokka. Hvað til dæmis með þingstörf, hver verða þau þessa daga sem að eftir eru fram að kosningum, hvað með nefndir þingsins og svo framvegis. Þetta þarf að ræða og ég hef rætt þetta við forsætisráðherra, ég óski eftir því að það verði kallaðir til fundar formenn stjórnmálaflokkana og það skiptir alveg geysilega miklu máli í þessu að það sé sátt meðal stjórnmálaforingja vegna stjórnmálaforingjar sem heild bera ábyrgð á því að landið sé áfram undir einhverju stjórn, að það sé rekið, en þetta allt öðruvísi heldur en pólitísk stjórn. Þessari pólitísku stjórn lokið og við höfum lýst skoðun okkar á því. Samkvæmt skoðanakönnunum þá hefur fylgi flokksins verið hríðfallandi. Hvernig farið inn í þessar kosningar? Hvernig haldið þetta mál hafi farið með flokkinn? Ég held að við förum mjög vel og stemt inn í þessar kosningar vegna þess að nú það ekki bara eins og þegar við vorum í fyrra að þá vorum við með fín mál. Nú búið að skilgreina, forsætisráðherra skilgreinir fyrir okkur að annars vegar sér hann kerfisflokkana, hann talar að það verða að vera gamlir og stöndugir flokkar af því að þessir nýju flokkar, þeir séu ekki stjórntækir. Við nú við, þarna segir hann bara, það munun, annarkvort kýs stjórnin stöðnunna, kýs þetta gamla, eða menn hugsa, hvernig komast kerfisbreytingar á? Þær komast ekki á nema það sé mikið fylgi þessara nýju flokka og þar Viðreisn auðvitað leiðandi. Þar að ekki hefur þjóðin séð núna að þegar við komumst inn að þá byrjuðum við strax að beita okkur fyrir breytingum. Við náðum þeim vissilega ekki fram og ekki okkar stærstu málum en við gátum ýtt þeim öllum svo litið áfram. Við ýtum áfram í gjaldmiðilsmálunum. Það svo sannarlega komið í ljós að gengið sem hefur verið á flegiferð, það var orðið mjög sterkt og að fara að valda útflutningsgreinunum vandræðum. Það sýnir það bara hvað hemju vont að vera með gjaldmiðil sem ekki nein stjórn á. Við erum með sáttanefnd að störfum í sjávarútvegi, hún mun væntanlega ekki ljúka störfum en enga síður þá ýttum við á þetta. Við erum búin að sýna það núna í landbúnaðarmálinu að undanförnu að þar var Viðreisn eini flokkurinn sem ýtti af alefli á breytingar. Aðrir komu bara með sömu gömlu tugurnar og sömu gömlu lumurnar. Þar hafði ekki hefur séð í fjármálaráðuneytinu, ég búin að leggja fram fjárlög með miklum afgangi. Við erum búin að borga niður ríkisskuldir núna upp á 200 milljarða. Þjóðin stendur miklu betur, einmitt vegna þess að við erum búin að sjá ráðherra Viðreisnar koma fram. Náðum fram jafnlaunavottuninni sem stórkostlegt skref í jafnréttisbaráttunni þegar sjávarútvegsráðherra greip inn í sjómannaverkfallið og sagði ríkið mun bara ekki koma að þessum samningum, samningsaðilar verða að ná saman sjálfur. Þetta allt breytt vinnubrögð, fólk sér það og ég held að fólk muni kunna að meta það. Ég held að við göngum mjög glöð og spennt inn í þessa kosningabaráttu. Við erum komið í kosningabaráttu gírinn. Kosningabandalag með Bjartri framtíð, það eitthvað sem þið eru búin að skoða? Nei, við höfum ekki skoðað það og við höfum, eins og ég ætla bara að segja það að persónulega samstarf innan þessar ríkisstjórnar hefur verið mjög gott og það á við allar ráðherrana. Við viljum bara segja það svona, en það auðvitað eitt af því sem við gerum í þessu, við aðgreinum persónurnar og málefnin. Við getum verið bestu vinir en við getum verið ósammála og það bara það er svolítið ný vinnubrögð líka. Fólk sér það, við getum verið brosandi og svona, förum ekki í fílu þó að við séum ekki sammála í öllum málum. En þið eru búin að vera í samstarfi í rúma 8 mánuði og það var mjög stór orð fallið núna síðustu
sólarhringana. Ertu í talsambandi við formann Sjálfstæðisflokksins? Já, ég er í talsambandi við formann allra flokkana, þannig að ég er búinn að tala við Katrínu og Sigurð Inga og svo framvegis líka, og ekki bara þessa fyrrverandi samstarfsmenn minna innan ríkisstjórnar. Auðvitað verða allir að halda áfram að tala saman. Við værum ekkit stjórntæki ef við færum að fara í fílu yfir einhverjum atriðum. Við erum ekkit sátt við vinnubrögðin, en það allt annað að við neitum að tala við fólk, sko, og menn verða að bera ábyrgð á sínum vinnubrögðum. Við erum ekki að segja að við séum reið við fólki persónlega, en fólki verður að skoða hvernig vinnur það. Það það sem við bendum á. Og þannig að það býður mánudagsins svo ákvörðun hvort þið takið þátt í þessari starfsstjórn? Já, við vegum það og metum. Ég mun forseti lagði mikla áherslu á ábyrgð stjórnmálamanna og ábyrgð Alþingis, ábyrgð ráðherra, bendir á dæmi úr stjórnskipun annarra landa og vitnar málið sínu til stuðnings í stjórnskipulegu rit. Allt þetta fórum við yfir í okkar samtali og það veg ég og met. En ef Björt Framtíð hefði ekki riðið þarna á vaðið og slitið stjórnarsamstarfinu, telur þú að Viðreisn hefði álíktað svo að það hefði verið, þið hefði komið með svipaða tilkynningu út? Ég svaraði þess áður að það þýðir ekkit að vera að segja hvað hefði gerst ef eitthvað annað hefði gerst öðruvísi. Það hefur enga merkingu núna. Ég sagði það að ég var mjög hissa á því að þetta gerðist svona hjá Bjartri Framtíð. Ég hefði gjarnan viljað að ég hefði vitað að þau var að fara á fund þar sem að kæmi til greina að slíta stjórnarsamstarfinu. Ég talið að vera eðlilegt fyrsta skref ef að menn óanaði með samstarfsráðherra sína að þeir fá að gera grein fyrir máli sínu. Við leggjum mikla áherslu á það að þetta tiltekna mál það verði rannsakað af stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þingsins. Við bara teljum að það sé algjört grundvallaratriði og við teljum að það sé grundvallaratriði bara til þess að þjóðin verði sátt við málið. Það þarf ekkert að fela í sér ásökunum að eitthvað sé rangt, að eitthvað sé skoðað. Þeir sem að hafa alveg hreina samvisku, þeir leggja bara spilin á borðið og sýna allt og það alveg í stíl við okkar stjórnmál. Komdu að greina af ykkar hálfu að reyna að mynda annars konar ríkisstjórn með þeim, með við þá þingsamsetningu sem núna á Alþingi? Já, ég get alveg sagt að við skoðum það. Ég er búinn að eiga í viðræðum við marga einmitt með þetta og þessa, við vita allir hverjir eru formenn flokkana og við erum bara búin að ræða þetta af opið og heiðarlega. Buðuð þið Framsóknarflokknum að koma inn í ríkisstjórnina núna? Nei, ekki ég minnsta kosti. En ég hef rætt við Sigurð Inga, ég ræði við alla, það bara, sko, þetta ekkert hægt að vera í stjórnmálum og segja, við tölum ekki saman, sko, þá væru við bara 7 fýlupúkaflokkar á þingi, sko. Það nú einn deildi í Sjálfstæðisflokknum sem kallaði sig fýlupúkadeildina og hefur nú kannski verið einn órólega deildi í stjórnarsamstarfinu, alveg sama hvað menn nú að tala núna litla flokka, að það eru svona íhaldsarmur Sjálfstæðisflokks sem hefur verið einna erfiðastur, en við tölum öll þetta, við tölum við þá líka, þetta eru einhverjir óvinnir okkar, mætaðasta fólk og allir verða að tala saman. Þannig út af það ganga stjórnmál og við verðum alltaf að reyna að ná hinum besta árangri með því. Já, Óttar Proppé, þú ert búin að eiga hér tæplega 25 mínútna fund með forsetanum. Hver niðurstaðan að þessum fundi? Já, niðurstaðan að þessum fundi auðvitað við ræddum stöðuna. Forsetinn að velta fyrir sér hvort að boða allir kosninga eins og hann sagði fyrir í dag og ég var nú bara eiginlega að lýsa okkar stöðu í Bjartri Framtíð. Og hver hún? Já, hún því að við erum auðvitað reiðubúin til kosninga. Við höfum sagt það að við erum tilbúin og opin fyrir því að axla ábyrgð og taka þátt í því að mynda starfhæfa ríkisstjórn ef að það gæti verið í spilunum, en maður ekki að sjá það kannski akkurat núna. En munið þið taka þátt í starfsstjórn eins og forsetinn að fara fram á við ykkur, fram á kosningum 4. nóvember? Forsetinn hefur farið fram að við tökum þátt í starfsstjórn að sitjum sem sagt í samkvæmt stjórnskipulegri reglu eða venju og ég reikna með því að við gerum það og axlum ábyrgð á því að okkar ráðuneyti verði ekki sumsé höfuðlaus fram að því að ný ríkisstjórn er mynduð. Ef kosið verður 4. nóvember þá eru 7 vikur til kosninga. Hvernig metur þú stöðu flokksins eftir þessa atburðarás?
svona miðað við söguna þá saga flokksins alltaf einhvern veginn upp og niður og fram og tilbaka. Við erum allavega ánægð með okkur sjálf, þó svo að við höfum verið í skrítinni stöðu að slíta ríkisstjórn, þá gerðum við það á prinsipum Bjartar framtíðar og okkur finnst það mikilvægt. Við gerðum það á prinsipum mannréttinda og þess að halda heiður einstaklinga, ekki létum það í raun og veru fram yfir það að sitja á völdum eða halda stólum eða hvað við kallum það, og okkur finnst það mikilvægt. Þannig að við erum bara nokkur hress og göngum hress til kosninga. Eftir þessa atburðarás alla, finnst ykkur það erfitt eða þungbært eða léttvægt að sitja í starfsstjórninni? Það er náttúrulega dálítið skrítin tilfinning að sitja í starfsstjórn eftir að hafa gert tilraun til þess að láta ríkisstjórnarsamstarf ganga upp við erfiðar aðstæður. En við Björt eigum það sameiginlegt að við höfum haft mjög gaman og mikið gagn af því að sitja í okkar embættum. Við berum mikla passjón fyrir málaflokkunum okkar, heilbrigðismálunum og umhverfismálunum. Þannig að auðvitað er það heiður að hjálpa til við að halda þeim á réttum kili. Er samstaða þetta að taka þátt í starfsstjórninni hjá ykkur í Bjartri framtíð? Við gerum það að beiðni forseta Íslands að halda stjórnskipulega hefð og ég er bara sammála forsetanum það að það sé skylda okkar alþingismanna að manna þessa posta stjórnsýslunnar á meðan ekki starfa ríkisstjórn í landinu. Og nú haldið þið svona kannski til kosninga eða farið svona undirbúið ykkur fyrir kosningar. Er þið eitthvað farin að skoða það, sjáu þið fyrir ykkur kosningabandalag með Viðreisn, fara saman hönd í hönd í þessar kosningar eins og þið gerðu svolítið í stjórnarmyndunum? Við höfum ekki rætt þetta er auðvitað allt á fyrstu metrunum, en samstarf okkar við Viðreisn eftir kosningarnar síðast helgaðist af niðurstöðum kosningarna og því hvernig landslagið leit út, möguleikar á ríkisstjórnarmyndun og svo framvegis. Við höfum ekki rætt þetta neitt öðruvísi. En þú lítur svo á að flokkurinn eigi ennþá samleið með Viðreisn? Við eigum samleið með þeim í pólitík sem eru tilbúinir til þess að vinna að góðri pólitík. Ég held að það sé nú bara alltaf sama svarið. Samstarfi við Viðreisn og svo sem marga aðra á þingi í ýmsum flokkum, báðum megin við stjórnar og stjórnarandstöðulínuna, hefur verið mjög gott og við erum opin fyrir því að vinna áfram að góðri pólitík og góðum starfsháttum. Og þið samþykki kosninga 4. nóvember næstkomandi? Já, við allavega setjum okkur ekkert á móti þeim. Sama hvernig fer í kosningunum núna sem að fyrir 4. nóvember, kemur til greina þeim loknum að skoða samstarf aftur með Sjálfstæðisflokknum í ríkisstjórn? Ég get ekki sagt annað en að allavega í dag að þá er þetta alltaf skrítin tilhugsun eftir að hafa slitið stjórnarsamstarfi af prinsipástæðum fyrir, og nú man ég ekki lengur svona stuttum tíma. Þannig að það er allavega allt of snemmt að sjá eitthvað svoleiðis fyrir sér. Nú er þessu svona kjörtímabili að ljúka og nýtt að taka við. Svona aðeins á léttari nótunum, fylgir því nýr litur á fötum? Já, við skulum aðeins spekulera í því. Það er allavega ljóst eftir síðasta vetur og vorið að fataskápurinn var nú svona kannski aðeins farin að láta á sjá, þannig að það hefur aðeins þurft að hressa upp á hann. Að fundi þínum, þú ert af þeim formönnum flokkana sem hafa farið á fund forsetans í dag, þá er lengsti fundurinn þinn. Já. Hvað fór fram á þessum fundi? Þetta réðst á þessum fundi. Og hvað réðst? Nei, hann var að spurja bara viðhorf okkar til þess að fara í kosningar, hvort við teldum að það væri einhverjir meirihlutar í spilunum. Og eins og staðan í dag, þá er langlíklegast að það verið bara kosið 4. nóvember. Hefur þú ekki verið frekar afdráttarlaus með það að þú viljir kosningar? Jú, ég hef nú hins vegar sagt það líka að þetta ef að það skapast meirihluti á þingi, þá náttúrulega er meirihluti á þingi, en það er ekkert svo lýs í spilunum, þannig að mér líst ágætlega að það verið kosið. Þannig að þið samþykki 4. nóvember sem kjördag? Já, eini gallinn á því er að þetta ber upp á sömu helgi og erfægsi, en annars er þetta bara góðu dagur, held ég. En hvernig líst þér á það að starfsstjórnin setji fram að kjördegi? Það er samkvæmt venju. Ég ætla nú ekki að hafa stór orð það, en það verður auðvitað alltaf sérkennilegt fyrir þessa ráðherra sem hafa verið í skylmingum og bardögum síðustu daga svona sitja hlið við hlið og haldast í hendur. Nú hafið þið í Samfylkingunni ákveðið að halda landsfund ykkar síðustu helgina í október. Verður breyting þar á? Framkvæmdastjórnin hittist á morgun og ræðir nákvæmlega þetta og ég hef ekki neitt vald til þess að ákveða það, hún vil gera það.
Nú beið flokkurinn, afhróð í síðustu kosningum. Hvernig ertu stemdur fyrir þessar kosningar? Ég er ágætlega stemdur. Ég hef alltaf gaman að því að berjast. Mér líður ágætlega vel í kosningum og kosningabaráttu og ég held að það sé mikil sóknarfæri hjá okkur. Við höfum lagt mörg mál á bakvið okkur. Við höfum ágætis málefnaskrá, munum fara inn í þessar kosningar og leggja okkur á mörkum að hér er við mynduð stjórn sem að byggir á umburðarlynd og mannúð sem að mun í rauninni leggja höfuð áherslu á kröfu fólks félagslegan jöfnuð og gott velferðarkerfi. En ég vil líka að hér verði mynduð ríkisstjórn sem að tekur menntamál nógu alvarlega til þess að við getum búið okkur undir þá brjálæðislegu breytingar sem eru að verða á framtíðin okkar. Nú fengum við þessar kosningar í nýju hlutverki sem formaður flokksins. Þannig að þú ert tilbúin í að leiða þetta áfram. Ég meina, hér er ég get ekki annað. Er einhver flokkur sem að Samfylkingin ætla fyrirfram að útiloka frá stjórnarsamstarfi? Við ætlum ekki að gefa neitt svoleiðis upp núna. Við munum hins vegar ekki fara í stjórn með flokkum sem að sitja á oddin mannfjandsamleg viðhorf. Hvaða flokk er þetta að tala um? Ég er ekki að tala um neitt flokk. Við skulum bara sjá og bíða hvað menn fara með í farteskinu. Og þið ætla ekki að mynda neinn kosningabandalög fyrirfram? Nei, það held ég að sé ekkert í kortunum, en ég meina, mitt hjarta slær auðvitað til vinstri og svo sannarlega myndi ég frekar óska þess að setjast í stjórn undir forsæti til dæmis Katrínar Jakobsdóttur heldur en einhvers annars. Takk hérlega fyrir þetta. Logi Már Einarsson. Takk.